9 menn hafa krafið forsætisráðherra rannsókn og bætur vegna mikils ofbeldis sem þeir segjast hafa orðið fyrir á sveitabæ sem börn allt til ársins 2002. Barnaverndarnefndir sendu fjölda barna á bæinn og eftirlit virðist hafa verið í molum. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar andlát íbúa á hjúkrunarheimili í Vestmannaeyjum í síðustu viku. 2 starfsmenn voru handteknir í gær en var sleppt úr haldi í dag. Annar starfsmaður tilkynnti málið. Eldhús fyrir aldraða í Reykjavík sem var lokað í gær vegna listeríu var með bráðabirgða starfsleyfi eftir alvarlegar athugasemdir frá heilbrigðiseftirlitinu. 8 hafa tilkynnt einkenni en ekki staðfest að það sé vegna listeríusmits. Stjúpsonur krónprins Noregs neitaði sök í alvarlegustu ákæraatriðum þegar réttarhöld hófust yfir honum í morgun. Saksóknari vonar að fjölmiðlaathygli hafi ekki áhrif á réttarhöldin sem standa í 4 vikur. Rútubílstjóra á Egilsstöðum blöskrar 20 milljóna króna reikningur fyrir kílómetragjaldi af rútu sem varla hreyfðist í janúar. Rútan var sögð hafa verið ekin 1 milljón kílómetra á einum mánuði. Komiði sæl. 9 menn segjast hafa verið beittir grófu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á sveitabæ á Suðurlandi þar sem barnaverndarnefndir vistuðu þá sem börn. Málið teygir anga sína að minnsta kosti til ársins 2002. Þeir krefja forsætisráðherra rannsókn og bætur vegna málsins. Sveitabærinn Bakkakot á Rangárvöllum á milli Hellu og Hvolsvallar. Þangað var fjöldi barna sendur í vistun á að minnsta kosti 27 ára tímabili frá 1975 til 2002. Það voru fyrst og fremst barnaverndarnefndir sem sendu börn á bæinn en foreldrar gerðu það einnig milliliðalaust. Í fréttaskýringaþættinum Kveik í kvöld stíga 5 menn fram og lýsa miklu ofbeldi sem þeir segjast hafa orðið fyrir sem börn á bænum allt til ársins 2002. Þeir segja að það hafi fyrst og fremst verið bóndakonan á bænum sem beitti þá ofbeldi. Ég varð fyrir ofbeldi í Bakkakoti, mjög miklu andlegu ofbeldi og svona til að byrja með kannski, en svo fór þetta alltaf versnandi. Ég var slegin einu svona það fast í flug í gólfið. Hún meistótaði mig gefur og barði mig sundur og saman. Hún tók okkur alltaf bara einn í einu, inn í herbergi hjá sér og lét okkur nudda sig. Gerðist þetta oft? Ábyggilega svona 2 vikna fresti í 2 ár. Konan sem mennirnir saka ofbeldi vildi ekki tjá sig málið þegar eftir því var leitað. 9 menn sem dvöldu í Bakkakoti sendu forsætisráðherra bréf nýliðna helgi þar sem þeir fara fram á rannsókn á starfsemi Bakkakots og sambærilegra vistheimila í nútímanum. Þá krefjast þeir þess að forsætisráðherra viðurkenni bótaskyldu fyrir hönd íslenska ríkisins. Það var ekki bara þessi kona sem að brást þeim. Það var líka, eins og ég segi, barnaverndarnefnd, það var líka eftirlitsaðilar, það voru líka skólakerfið. Í Kveik í kvöld verður ítarlega fjallað þetta mál. Þátturinn á dagskrá klukkan 20:15. 2 konur sem starfa á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum hafa stöðu sakbornings í rannsókn lögreglu og andláti á hjúkrunarheimilinu í síðustu viku. Annar starfsmaður Hraunbúða tilkynnti andlátið til lögreglu. Konan sem lést var á tíræðisaldri og var í líknandi meðferð á Hraunbúðum. Aðstandendur konunar voru grunlausir þegar lögreglan hafði samband við þá helgina og tjáði þeim að grunur væri að andlátið hefði borið að með saknæmum hætti. Annar starfsmaður Hraunbúða tilkynnti málið til lögreglu. Lögreglan fékk tilkynningu málið á sunnudag og í gær á mánudag voru konurnar handteknar í Vestmannaeyjum. Samkvæmt heimildum fréttastofu starfa þær báðar á Hraunbúðum sem hjúkrunarheimilið í bænum. Ríkissaksóknari fór lögreglunni á Suðurlandi að rannsaka málið vegna fjölskyldutengsla starfsmann lögreglunar í Vestmannaeyjum við konuna sem lést. Hvað tekur svo við eftir að tilkynningin berst? Við sendum hana fólk til Vestmannaeyja og erum búin að senda fleiri og núna bara verið að vinna að málinu og að taka skýrslur og fara yfir gögn. Voru ykkur vitni að þessu? Ég get ekkert farið út í hver var vitni að hverju eða hvernig það var, en það eru náttúrulega aðilar í málinu sem eru vitni en við hefum ekki tjáð okkur hver svo vitneskja er.
Skýrslur hafa verið teknar af konunum og mögulegum vitnum. Lögreglan fór í dag fram á gæsluvarðhaldi við konunum sem héraðsdómur hafnaði. Lögreglan hefur kært þá niðurstöðu til Landsréttar. Við erum núna að rannsaka andlát manneskju þarna og við rannsökum hvort það hafi borið að með saknæmum hætti og þessir aðilar eru grunnaðir í málinu og meðan við erum að fara yfir þessu gögn og fara yfir framburði þá þurfum við að tryggja nærveru þeirra hjá okkur. Önnur þeirra hjúkrunarfræðingur. Heimildir Fréttastofu herma að hún hafi verið send í leyfi fyrir 2 árum vegna kvartana kynferðislega áreitni. Samkvæmt heimildum Fréttastofu hefur starfsfólk Hraunbúða áður kvartað yfir aðstæðum á hjúkrunarheimilinu. Það hafa verið kvartanir, legið fyrir í einhvers konar mynd. Að hverju snúa þær kvartanir? Það í raun, ég hef það ekki hendi hér en það ekki eitthvað sem nálægt því sem við erum að horfa til hérna. En þessi 2 starfsmenn, hafið þið fengið einhverja tilkynningar áður þá? Ekkert sem snýr að einhverju sem í líkingu við þetta. Nei, við erum öll slegin og þetta mjög viðkvæmt mál og bara erfitt í alla staði. Þannig að það svona, já, staðan bara mjög þung, myndi ég segja. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gerði alvarlegar athugasemdir við framleiðslu eldhúss fyrir aldraða á Vitatorgi fyrir ári síðan og til stóð að ráðast í endurbætur á því í vor. Eldhúsinu var lokað í gær vegna listeríusmits. Listería fannst einnig í eldhúsinu síðasta sumar. Óvíst hvenær nýtt eldhús verður tekið í gagnið eftir að framleiðslu eldhúsi fyrir aldraða á Vitatorgi var lokað í gær vegna listeríu. Það greinist í rófusalati sem fór út á félagsmiðstöðvar og þjónustýbúður á þriðjudaginn. Þá borðuðu 580 manns í félagsmiðstöðunum hjá okkur. Við vitum auðvitað ekki hvað margir borðuðu þetta salat en þetta svona umfangið. Hún hefur ekkert greinst inn einum öðrum matvælum eða einhverju öðru í þessu eldhúsi? Nei. Listería getur verið hættuleg öldruðum og þeim sem eru viðkvæmir fyrir. 8 hafa tilkynnt væg einkenni en listeríusmit hefur þó ekki verið staðfest. Það hefur ekki fengið neinar upplýsingar alvarleg veikindi. Framkvæmdir við nýtt eldhús gætu tekið meira en ár. Ríflega 900 máltíðir eru framleiddar í eldhúsinu á hverjum degi. Við erum að leita til þriðja aðila með að elda fyrir okkur mati. Eldhúsið var með bráðabirgða starfsleyfi og til stóð að loka því í maí og ráðast í endurbætur eftir að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gerði margar alvarlegar athugasemdir við aðstöðuna í febrúar í fyrra. Var brugðist nógu hratt og vel við þeim athugasemdum sem að þar voru gerðar? Já, ég tel svo vera Við höfum fengið athugasemdir sem við höfum brugðist við og fengið starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirlitinu sem við erum með leyfi fram í lok maí, þannig að það var farið í heilmiklar umbætur í fyrra einmitt til þess að hafa þessa hluti í lagi. En það svo sem ekkit alveg sjálfgefið að þetta listeríusmit tengist eitthvað akkurat þessu eldhúsi eða aðstöðunni þar. Þetta þó ekki í fyrsta sinn sem listería finnst í eldhúsinu. Samkvæmt skýrslu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur greindist önnur tegund listeríu þar í júlí í fyrra. Og þá förum við til útlanda. Maríusborg Haupí játaði hluta brota sem hann ákærður fyrir en neitaði sök í þeim alvarlegustum. Réttarhöldin yfir syni krónprinsessu Noregs hófust í morgun. Mikill fjöldi fjölmiðlafólks fylgdist með upphafi réttarhaldana. Búist við að réttarhöldin taki 7 vikur. Verði Haupí dæmdur sekur á hann yfir höfði sér allt að 16 ára fangelsisdóm. Marius Haupí ákærður í 38 liðum. Ákærur eru gefnar út þegar ríkissaksóknari telur næg sönnunargögn fyrir hendi til að hann verði dæmdur. Elsta meinta brotið frá 2018 flest þeirra áttu sér stað á árunum 2023 til 2025. Alvarlegustu ásakanirnar eru 4 nauðgunar ákærur en Haupí sömuleiðis ákærður fyrir annað ofbeldi, skemmdarverk, fíkniefna og umferðarlagabrot. Bæði saksóknar og verjandi Haupís lögðu áherslu á að allir verði jafnir fyrir lögum. Saksóknarinn sagði hann hvorki fá mildari né þyngri dóm á grundvelli þess að hann tilheyri norsku konungsfjölskyldunni. Verjandi Haupís sagði hann saklausan sektirði sönnuð og mikilvægt væri að niðurstaðan fengist inni í dómsalnum en ekki í fjölmiðlum eða úti í samfélaginu. Målet vårt jo at det som skal skje inni den rettssalen skal være helt likt som i en hvilken som helst annen sak.
Og så håper vi at den medieoppmerksomheten som utenfor salen, at det ikke påvirker forklaringene til vitner eller tiltalte, men at ting kan gå mest mulig vanlig for seg. Hallgrímur Indriðason fréttamaður í Noregi og það væntanlega talsvert rætt tíðindamikla daga hjá norsku konungsfjölskyldunni, Hallgrímur, ekki satt? Jú, það töluvert rætt þetta en þeir normenn sem ég búin að vera að tala við, það má eiginlega segja að þeir hristi höfuðið tvisvar. Fyrst þegar þeir fara að hugsa þetta mál, hvað þetta sé nú allt hræðilegt og vandræðalegt, og svo aftur þegar ég spyr þá hvort að þeir vilji tjá sig sína skoðanir í viðtali. En þeir sem ég talaði við bara utan myndavélarinnar voru nú flestir á því að þó að þessi mál væru slæm, þá bæði þetta og mál Mette-Marit í Epstein-skjölunum, að þá væri þetta nú ekki þess eðlis að þetta breytti skoðun þeirra á konungsfjölskyldunni og að þau vilji nú hafa konungsfjölskylduna áfram. En þetta býsna viðkvæmt mál fyrir normenn. En Hallgrímur, þú ert nú þarna í öðrum erindagerðum. Jú, ég nú staddur hérna í Tromsø þar sem árleg norðurslóðaráðstefna Arctic Frontiers fer fram í 20. skiptið og þar rauður þráður breytt heimsmynd og áhrif hennar á norðurslóðir. Og meðal þeirra sem sótti ráðstefnuna var Kaja Kallas sem utanríkismálastjóri Evrópusambandsins. Og hún tók þátt í stórri málstofu í dag þar sem hún sagði að þessi breytta heimsmynd gerði það að verkum að það væri meira hart vald og nefndi þar sem dæmi aukna vopnavæðingu Rússa á norðurslóðum, til dæmis fjölgun kjarnorkuvopna á Kólaskaga sem nú bara rétt handan við landamæri Noregs. En hún sagði jafnframt að það mætti ekki líta fram hjá því að Bandaríkin séu að ganga þarna harðar fram og einkum þá gagnvart Grænlandi. Og við skulum sjá þarna brot af því sem Kaja Kallas og Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, sögðu á þessari málstofu í dag. But there's little clarity about what comes next or when the next dispute may arise. So I will reiterate what I said then. The European Union stands with Greenland, we stand with our member state Denmark, and we stand by UN Charter. The future of Greenland is for the Greenlanders and Denmark to decide. But is the US still a reliable ally? Yes or no? So, time is tight. What politicians don't like yes or no questions. So, I mean, the US is a very important ally, and we are just looking in a region where we have a significant and increasing American participation as we want to. En Hallgrímur, hvað segja fulltrúar Grænlands sjálfur þessa stöðu? Já, það má heyra á þeim að það sé aðeins rólegri staða en var bara fyrir 3 vikum og þar hefur vegið þyngst ummæli Donalds Trump í Davos í síðasta mánuði þar sem hann sagði að Grænland yrði ekki tekið með valdi en Grænlendingar eru samt ekkert öruggir með neitt ennþá og Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, hún upplýsti það að þessi frægi vinnuhópur sem var stofnaður eftir fund í Washington með utanríkisráðherrum Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjanna, að hann hafi tekið til starfa, hann búinn að halda 1 fund og það verður annar fundur haldinn fljótlega. Og Aya Chemnitz sem þingkona Grænlands á danska þinginu, hún upplýsti samtal sem hún átti í gær hérna í Tromsø við fulltrúa Bandaríkjastjórnar þar sem hún ítrekkaði þá afstöðu við hann að Grænland væri ekki til sölu. Ég ræddi stuttlega við þær báðar í dag. Det var ikke et decideret møde. Der har aldrig været nogen mødeforespørgsler fra amerikansk side eller fra nogle af de her fra MAGA-bevægelsen eller Trump-administrationen. Så det var egentlig mere en meningsudveksling på vej ind og ud, og det var meget vigtigt for mig at ligesom sige, for så det her har jo også været en test på vores venskab, vores allierethed, som vi har, også med de nordiske lande, og det sætter vi rigtig stor pris på. Man kan sige, at truslen omkring en toldkrig, den kom jo heldigvis ikke,
men stadigvæk det, at man står fast sammen med os, det betyder rigtig meget. Det, at man har selv få soldater til Grønland, det gør jo også, at vi føler, at vi ikke står alene. Instead of we are talking in media now, we are talking in diplomacy and talking at the same table and trying to find the solutions. So I think that focus should be on this working group that we decided for 3 weeks ago, and maybe take all this noise a bit away and focus on this high-level group, working group. En Hallgrímur, nú ekki bara stjórnmálamenn á ráðstefnunni heldur líka fjöldi vísindamanna. Já, hvernig horfa þeir á þetta? Já, einn þeirra tók þátt í málstofunni í dag, landfræðingurinn Åsa Remmelmann, og hún benti þar á að á meðan verið væri að ræða að auka fjármagn gríðarlega til varnarmála, að þá væri skorið niður fé til vísinda, en hins vegar væri eitt stærsta öryggismál norðurslóða loftslagsbreytingar, og það væri ekki vitað með vissu hvaða áhrif loftslagsbreytingar hefðu á norðurslóðir. Og henni fannst það skjóta skökku við að á sama tíma og vísindin skiptu svona miklu máli fyrir öryggi fólks á norðurslóðum, að þá væri vísindunum í raun og veru ógnað víða heim. Og Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hún tók svolítið undir þennan málflutning á málstofunni í dag. Hallgrímur Indriðason, staddur í Tromsø í Noregi, takk kærlega fyrir þetta í bili. Og við snúum okkur allt öðru. Rússar hófu aftur loftárásir á orkuinnviði Úkraínu í nótt eftir nokkura daga hlé. Stærsta orkufyrirtæki Úkraínu sagði árásir næturinnar hafi verið þeir öflugustu á þessu ári. Framkvæmdastjóri NATO kom í heimsókn til Kýv í dag til að ítreka stuðning við Úkraínu. Rússnesk stjórnvöld samþykktu fyrir helgi að hætta árásum á orkuinnviði þar til á sunnudag að beiðni Bandaríkjaforseta. Herinn hélt þó áfram árásum á önnur skotmörk. Úkraínuforseti segir Rússa hafa skotið rúmlega 70 flugskeytum á landi í nótt, miklu fleiri en í fyrri árásum. Auk þess hafi þeir skotið 450 drónum á loft til að yfirbuga loftvarnakerfi landsins. Árásunum var að mestu beint að orkuverum landsins og innviðum. 20 stiga frost var í Kýv þegar árásunar dundu á borginni. Rúmlega 1000 blokkir voru án hita. Júlía beið með rúmlega 1 árs gamlan son sinn eftir heitum mat við neyðarskýli eftir enn eina nótt án hita og rafmagns. Певно, я не сама така зараз в країні. Зараз немає світла цілий день, немає на чому дитині зварити поїсти. Тобто все як у всіх. Дуже важко. 12 десь градусів, 10 буває. Зранку просинаєшся на підвіконні льдинки, такі невеличкі, але вони є. Тобто при тому, що навіть є опалення. Orkuver í Kharkiv í austurhluta landsins gjöreyðilagðist í árásunum og yfir 100.000 eru án hita. Íbúar leituðu í neyðarskýli. Немає ні світла, ні тепла. Дуже холодно. Хоч рідним щось написати. Бо зв'язку немає, і зв'язок дуже поганий, і ні інтернету, ні світла, нічого там немає. Sendinefndir Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hittast í Abu Dhabi á morgun til að halda friðarviðræðum áfram. 8 starfsmenn bráðamóttöku Landspítalans fá meðhöndlun við berklum í forvarnarskyni eftir að þeir reyndust jákvæðir á mótefnaprófi. Framkvæmdastjóri segir bráðamóttökuna ekki uppsprettu berkla. Kerfisbundin skimun á Landspítalanum leiddi í ljós að 8 starfsmenn bráðamóttöku reyndust vera með mótefni fyrir berklum. Rúmlega 300 starfsmenn voru skimaðir. Við höfum einungis fengið einstaklingar sem hafa einhvern tímann hitt berklabakteríu og orðið jákvæðir á mótefnaprófi sem við notum til þess að skima fyrir berklum. Þannig að það er í rauninni engin veikur? Það er engin klínist veikur, það er engin smitandi og það er engin faraldur. Umræddir starfsmenn verða boðaðir í læknaviðtal og verða tekna myndir til að ganga úr skugga hvort þeir séu raunverulega með berkla. Svo verður metið hvort hægt að sjá að þeir geti fengið klíniska berkla seinna meir. Þannig að allmargir fá meðhöndlun sem er forvörn, en þeir eru ekki smitandi þannig að þeir geta starfað og svo framvegis. Mögulega eru mörg ár síðan viðkomandi komst í tæri við berklabakteríu. Rapp segir að þetta hafi engin áhrif á starfsemi spítalans. Bráðamóttakan ótengt þessu, yfirfull nú sem oft áður.
og það eru erfiðar aðstæður til einangrunar, þannig að það setur okkur í smá vanda hvað varðar að vinna vinnun okkar. En bráðamóttakan ekki uppspretta berkla. Þjóðin skiptist í 2 jafnstórar fylkingar í afstöðu gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu. Aðeins hefur dregið úr stuðningi við inngöngu á undanförnum árum. Þetta kemur fram í þjóðarpúlsi Gallup. 42% segjast vera alfarið hlynnt, mjög hlynnt eða frekar hlynnt inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Jafn hátt hlutfall andvígt inngöngu eða 42%. 16% eru hvorki með né á móti. Karlar eru almennt andvígari inngöngu en konur. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru hlynntari inngöngu en íbúar landsbyggðarinnar og fólk með hærri menntun almennt hlynntara inngöngu en það sem með lægri menntun. Stuðningurinn mestur meðal kjósenda Viðreisnar og Samfylkingar en minnstur meðal kjósenda Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins. Aðeins hefur dregið úr stuðningi við inngöngu í Evrópusambandið á undanförnum árum. Árið 2022 voru 47% hlynnt inngöngu en 33% andvíg. Í fyrra sögðust 45% vera alfarið hlynnt, mjög hlynnt eða frekar hlynnt inngöngu og 36% voru andvíg. Ríkisstjórnin hefur boðað þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræða við ESB. Ekki liggur fyrir hvenær sú atkvæðagreiðsla á að fara fram. Dæmi stórkostlegar villur í útreikning kílómetragjalds og mörgum þykir janúaraksturinn of áætlaður. Rútubílstjóri á Egilsstöðum fékk 20 milljóna króna reikning eftir eina ferð yfir Fjarðarheiði. Hlynur Bragason rekur rútufyrirtækið Sæti og gerir út frá Egilsstöðum. Hann skráði kílómetrastöðuna á rútunum eftir áramótin, en hjá skattinum hefur eitthvað skólast til við útreikningana af einni rútunni. Það fór ekkert úrskeiðis hjá mér. Ég las af bílnum 1. janúar og hann fór í skoðun í miðjan janúar, 16. og þar var lesið á honum líka og svo kemur reikningur bara bang. Ég var dálítið hissað. Þú sér nú gleraugun, þetta óskilamundir úr rútunum. Það ekkert í réttri gráðu þannig að ég hélt að þetta væri 19.000 en svo fór ég nú að rýna betur í þetta, þá var þetta 19 milljónir og ég get nú ekki neitað, ég svona hrökkaði eins við en upphæðin á reikningum með 19.663.922. Kílómetratölurnar eru 999.691 kílómetr sem að ég á að hafa ekið í janúar. Til að keyra næstum 1.000.000 kílómetra á einum mánuði þarf að aka á rúmlega 1.300 kílómetra hraða stanslaust og fara 25 hringi umhverfis jörðina. Þó að mikið gangi stundum á í rekstrinum þá næst það ekki, jafnvel þó að stundum sé fart á framkvæmdastjóranum. Ég svona kannski aðeins lagast, ég segi það ekki, en ég næ þess ekki samt. Það útilokað. Alveg saman hvað ég keyri rætt. Fleiri hafa lent í svipuðu og sumum þykir janúaraksturinn of áætlaður. Þetta á að komast á rétt ról og leiðréttast þegar fleiri skráningar koma inn, en klár dæmi eru mistök við útreikning og auðvelt að biðja skattin leiðréttingu. Þeir bendu mér á að það væri hægt að senda tölvupóst á km@skatturinn.is. Ég fór nú inn á skattstofu til að gerði það nú bara til að sýna þeim reikningin áður en ég læti ramman inn. Svo þetta náttúrulega bara fyndið. Sigríður Beinteinsdóttir söngkona bæjarlistamaður Kópavogs 2026. Hún segir það mikinn heiður og það séu forréttindi að fá að starfa við það sem maður elskar, enda ætlar hún að reyna að verða eins og Raggi Bjarna, 85 ára á sviðinu. Sigga Beinteins hefur staðið á sviðinu í 44 ár og skemmt landsmönnum af sinni alkunnu list. Sólóplöturnar eru fjölmargar og nánast allar hafa slegið í gegn. Stjórnin hefur verið þungamiðjan á söngferlinum þar sem hún söng með Grétari Örvarsinni í Eurovision árið 1990, eitt lag enn sem varð í 4. sæti og var besti árangur Íslands þá. Lögin eru nánast óteljandi og verður Sigga með ferilstónleika í salnum í mars. Í dag tók hún hins vegar á móti öllum 5 ára leikskólabörnum í Kópavogi í salnum og með henni var Lalli töframaður. Hún tók þar mörg af þekktustu lögunum úr Söngvaborg. Hvaða máli skiptir það fyrir þig að vera valinn bæjarlistamaður? Það er alltaf bara fyrst af öllu rosalur heiður að fá þessa tilnefningu og fá þessa nafnbót og skiptir mér bara miklu máli að það sýnir kannski það bara að ég hef verið að gera eitthvað rétt í þessum bransa
Sigga segir sjálf að það sem gefi henni mest sé að standa á sviði, syngja fyrir fólk og fá tækifæri til að skemmta öðrum og gefa af sér. Að geta gefið af sér og maður finnur gleðina og þessi ánægja sem kemur frá fólkinu, það það sem skiptir mestu máli og ég segi alltaf bara, ef ég fæ leið á þessu eða fólk nennir ekki hlusta, þá ég bara hætt. En ég hvergi hætt, mér finnst þetta ennþá æðislega skaman og það forréttnefnt að fá að starfa við það sem maður elskar að gera. Þannig að þú heldur ótrúð áfram næsta áratíðina? Já, bara allavega eitthvað. Ég ætla að vera sem Raggi Bjarna, 85 ára á sviðinu. Ég held að það væri mjög cool. Sigga, alltaf flott. Við ætlum að sjá núna hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Í Kastljósi í kvöld tölum við efnahagsástandið. Misskipting að aukast og gæti afnám verðtryggingar aukið ójöfnuð. Við tölum við einn af tónlistakennurum Laufeyjar Línar. Já, ég held ég sé reyndar einn af mörgum stoltum og stoltustu kennurum landsins. Þannig að bara áfram Laufey. Og komast að því hvernig síminn þekkir okkur jafnvel betur en við sjálf. Eydís byrjar að fá auglýsingar fyrir meðgönguföt og barnadót. 2 vikum seinna finnur hún út að hún sé ólétt. En hún hefur ekki googlað nein merki óléttu. En málið Eydís notar snjallúr sem safnar mikið af gögnum heilsu hennar. Og getur spáð með 92% nákvæmni hvort hún sé ólétt eða ekki. Og þá það veðrið, það verður heldur kólna á landinu í dag og það verður daghiti norðalands almennt í kringum frostmark næstu daga en nokkrum gráðum betur sunnan til. Að öðru leyti litlar breytingar ræða á veðri sem með lægðir staddar langt suður í hafi, líkt á undanfarna daga. En nánar verður fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Undanúrslitaleikur Íslands gegn Danmörku á EM í handbolta sló áhorfsmet í meðaláhorfi á íþróttaviðburði í sjónvarpi. Formaður HSÍ segir Snorra Stein vera á hárréttri leið með íslenska liðið og að sambandið vilji áframhaldandi samstarf. Bikarvikan í körfubolta hófst í kvöld með leik Keflavíkur og Stjörnunnar í undanúrslitum karla. Og Fram komst í undanúrslit bikarkeppni kvenna í handbolta í gærkvöld með naumum sigri á ÍR. Förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma að 9 menn hafa krafið forsætisráðherra rannsókn bætur vegna mikils ofbeldis sem þeir segjast hafa orðið fyrir á Sveitabæ sem börn allt til ársins 2002. Barnaverndarnefndir sendu fjölda barna á bæinn og eftirlit virðist hafa verið í molum. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar andlát íbúa á hjúkrunarheimili í Vestmannaeyjum í síðustu viku. 2 starfsmenn voru handteknir í gær en var sleppt úr haldi í dag. Annar starfsmaður tilkynnti málið. Stjúpsonur krónprins Noregs neitaði sök í alvarlegustu ákæra atriðum þegar réttarhöld hófust yfir honum í morgun. Saksóknari vonar að fjölmiðlaathygli hafi ekki áhrif á réttarhöldin sem standa í 7 vikur. Þessum fréttatíma að ljúka og það komna íþróttum veðri og Kastljósi svo minnum við á Kveik sem hefst klukkan 20:15. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kveikur. Fréttaskýringaþáttur með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Fyrst á vettvang, The Responder. Önnur